Á hverju ári útskrifast milli 70 og 80 nemendur með þroskahömlun úr framhaldsskólum á Íslandi. Fyrir þennan stóra hóp hefur einungis verið pláss fyrir 8 til 12 nýja nemendur í diplómanáminu sem í boði í Háskóla Íslands. En nú hefur þetta nám í raun verið skorið niður helming því nú á einungis að taka nemendur annað hvert ár. Einni ungri konu sveið þetta óréttlæti. Þetta er Jóhanna Brynja. Ég að útskrifast úr starfstengdri diplómu fyrir fólk með þroskahömlun sem er búin að gera rosa mikið fyrir mig og vita hver minn réttur til þess að vera manneskja. Þá bara komið að þessu. Síðasti dagurinn ykkar í skólanum saman sem hópur. Það sem að ég sé við nemendur í diplómanáminu ég sé þau vaksa frá hverri viku nánast og það svo mikill munur á þegar þau byrja á fyrsta ári eða svo öðru ári. En hvað þýðir þetta nám fyrir nemendurna? Hafa gert bara svona alls svona, ég bara fæ meira svona sjálfstraust og læri eitthvað meira regluna, hvað réttindi og bara líka kynnast meira nemendunum og bara fá félagslega, bara geggja félagslega. Ég hef þroskast mikið við það og ég hef lært alls konar leiki og svona hugtök og þannig. Það hefur hjálpað mér að blómstra í lífinu og bara vita hvað ég vil gera á mínu æviskeiði. Mér langar til að læra meira í HÍ og klifra mig síðan upp eitthvað stiga bara að því að vera betur og færar í því sem ég hef áhuga á. Takk fyrir tímann í háskólanum saman og til hamingju með þig. Þessi góði ám í diplóma. Og gangi vel. Allt það besta. Við erum að berjast fyrir því að háskólanám verði á hverju ári fyrir fatlaða. Fjárskortur á ekki að bitna á fötluðum. Ég stofnaði undirskriftalista sem er hvatning á háskólaráð og stjórnvöld að ekki láta fjárskort bitna á þeim fötluðu. Undirskriftalistin sem Jóhanna stóð fyrir á Ísland.is safnaði yfir 1500 undirskriftum og vakti mikla athygli á réttindum fatlaðs fólks. Og baráttunni fyrir því að taka inn í diplómanám á hverju ári. En á Ísland.is þarf að staðfesta undirskriftina með rafrænum skilríkjum sem eru ekki aðgengileg öllu fötluðu fólki. Þessi tæknilausn getur því reynst meiri háttar hindrun. Því stendur þroskahjálp fyrir nýrri áskorun sem öllum opin. Við viljum hvetja þig til að styðja málstæðin og skrifa undir hvatningu Jóhannu og félaginnar í diplómanáminu til stjórnvalda að fatlaðir nemendur séu velkomnir í háskólan á hverju ári.